Við höldum hér áfram í föstudagsþættinum sem að þessu sinni tekin upp í gistiheimilinu Árbóli á Húsavík. Og eins og ég sagði upphafi þá tengjum við orðið uppbyggingu mikið við Húsavík og Norðurþing og hingað komin Snæbjörn, þú ert verkefnastjóri hjá sveitarfélaginu og ert að stýra svolítið hvað, segðu mér hvað þú gerir. Ég er aðalega að halda svona utan þessa þætti sem að tengjast uppbyggingu á Bakka. Já. Svona að fram eftir verkefninu, svona áður en var tekin ákvörðun að hefja uppbyggingu PCC, að þá var verið að vinna bara í undirbúningi, hvað þyrfti að gera varðandi innviði, uppbyggingu á höfn, vegtenging og annað slíkt, klára skipulagsmál og þess háttar. Og síðan að ákvörðunum var tekin að þá aðalega hafa svona yfirsýn yfir uppbygginguna eins og hún í gangi og svona reyna að koma í veg fyrir árekstra svona og að samræma aðgerðir eins og hægt er. Já. Áður við förum einmitt í hvernig uppbyggingin gengur. Geturðu aðeins sagt okkur bara hvað á að rísa á Bakka? Já, það er von þú spyrjir. Það er fyrirtæki sem er þýskt í grunninn, PCC, og þeir hafa stofnað hérna íslenskt fyrirtæki PCC Bakki Silicon og þeir ætla að byggja hér upp kísilver. Þetta er hérna starfsemi sem að þú tekur inn kvarts sem að kalla það, sem er svona grjótegund sem er bæði sílikon og súrefni og brennir það undir miklum hita með timbri og kolum og þá verður eftir hreinn kísilmálmur sem er svo notaður í áframhaldandi framleiðslu annar staðar, til dæmis til þess að framleiða sólakísil, notað sem blöndun í efnaiðnaði, notað svolítið í áliðnaði líka. Þannig að það sem menn horfa á hér er að framleiða 33.000 tonn af þessum kísilmálmum á ári þegar starfsemin hefst. Og þegar hún hefst, þá er það stefna á að það verði komið 2017, eða hvað? Í árslok 2017 ætla menn að hefja starfsemi og verði komið á fullt svona fyrripart árs 2018. En það er eitt og eitt handtækið þangað til. Eigum við aðeins að fara yfir það? Við getum farið yfir, þau eru nokkur sko. Já, lát heyra. Við áttum fund í síðustu viku með þessum helstu aðilum sem að koma að uppbyggingu, þessum verklegu þáttum. Við höfum skipt þessu bæði upp í svona verklega og samfélagsþætti, svona í grunninn, en þetta er náttúrulega skarast stundum og það er ekkert alltaf einfalt að ákveða hvað er hvað, en verklegu þættirnir snúa að hafnargerð, það verið að dýpka höfnina hérna núna. Það þarf að lengja hérna stóra hafnarkantinn hjá okkur og framkvæmdir eru komnar á stað. Landsvirkjun er að byggja hér upp á Þeistareykjum, gufuaflsvirkjun. Landsnet er komið á stað núna með að leggja línurnar sem tengir saman Þeistareyki og Bakka og svo líka við hérna Landsneti sjálft í gegn Mývatnssveitina. Og svo náttúrulega uppbygging kísilversins sjálfs og svo kannski það sem að hérna mörgum finnst svona stóra efnið að það eru göngin hérna í gegnum Húsavíkurhöfða. Já. Og það var nauðsynlegt til þess að tengja saman höfnina og iðnaðarsvæðið á Bakka af því að þetta er svo mikil hafnsækin starfsemi sem verður þarna út frá. Það er svo mikið af hráefnum sem þarf að flytja inn og afurðum sem þarf að flytja út. Þannig að það þurfti að vera mjög góð tenging á milli svæðanna. Sko. Var það tilfinningarlegt mál fyrir Húsvíkinga að sjá þetta sprengt eða hvernig? Já, fyrir marga var þetta svona ákveðið upphaf, sko, svona ákveðið hérna, varða í þessu öllu saman. Sko. Já, og þarna var farið í gegn en það hefur ekki verið það að fólk sæi eftir bjarginu, eða? Nei, ég held að flestir séu ánægðir með það sem er að gerast þarna. Það fylgja þessu óneitanlega ákveðin óþægindi á meðan á þessu stendur. Hér eru vélar í gangi í stóran hluta sólarhrings. Það er náttúrulega verið að sprengja þarna í göngunum, þannig að menn verða óneitanlega varir við þetta, sko. Það verður ekkert hjá því komið. En hvað giskaru á að það séu margir af störfum bara í þessum grunnaðgerðum sem eru í gangi núna? Í dag eru á 300 manns. Nú tekur Þeistareykji og það sem er í gangi hérna niður frá. Þá eru eitthvað yfir 200 manns. Við sjáum fyrir okkur að þegar líður á árið geti verið milli 500 og 600 mann sem eru eingöngu að vinna í verkefnum beintengdum uppbyggingu á Bakka. Og hverju breytir þetta fyrir samfélagið í Norðurþing? Þetta breytir mjög miklu. Þetta er ákveðin kjölfesta og það er sem menn sjá líka kost við þetta er ný stoð undir atvinnulífið.
menn hafa haft hérna náttúrulega sjávarútveginn sem megin stoðin í gegnum tíðina. Landbúnaðurinn hefur líka á mjög langa sögu hérna og hefur verið mjög sterkur. Ferðaþjónustan hefur eflst mikið, sérstaklega á síðustu árum og þá ertu komið 3 mjög góðar stoðir, en með því að bæta við þessari uppbyggingu við höfum þessa orku hér á svæðinu. Þetta er einhver umhverfisvænasta orka sem þú finnur, það er í gegnum þessar gufuaflsvirkjanir. Þannig að með því að nýta styrkleika svæðisins til þess að koma fastari fótum undir samfélagi hérna, að þá sáum við fyrir sér að geta snúið svolítið vörn í sókn. Þetta hefur verið samfélag, fólki hefur verið að fækka, það hefur vantað atvinnutækifæri hérna fyrir ungt fólk til þess að geta komið sér hérna fyrir. Þannig að auk fólksfækkunarinnar þá hefur samfélagi verið að eldast og það er ekki gott til lengri tíma. Nei, lítur kannski út eins og kona í laginu. Já, aldurspíramídinn er ekki mjög góður, það hefur ekki verið undanfarin ár. Nei, en viðsnúningurinn, í hverju sér þann? Þessi 500-600 sem verða hér í vetur, hvað af þeim verður eftir? Þeir sem koma hér á uppbyggingatíma að mest að koma hér tímabundið. Við höfum tekið vel á móti þeim, við höfum farið og heilsað upp á fólk hérna, bæði út á Bakka og hérna út á Höfða, þar sem menn að vinna, bara tekið svona í hendina og sagt velkomin til Húsavíkur og bara taktu þátt með okkur ef þú vilt og vertu hér ef þú vilt að sjálfsögðu. En til lengri tíma sjáum við fyrir sér að það verði 130 störf til í kísilverinu sjálfur og það gæti orðið, hátt í 100 störf í viðbót svona í afleiddum störfum og jafnvel meira, það er svona aðeins misjafnt hvernig menn líta þessi afleiddu störf, hvort það er hálft til viðbótar eða 2 til viðbótar, þetta er svona erfitt að segja það fyrirfram. En uppbyggingin í ferðaþjónustunni, hún hefur líka kallað á mannskap, þannig að hér sjáum við bara fram á aukningu í íbúum á næsta ári. Sko. Já, hvað með mengun frá svona veri, en má kalla þetta ver? Já, ver er svona það sem að menn hafa styttri útgáfa af verksmiðju. Já, kísilver. Já. Mengunin frá þessu er fyrst og fremst koldíoxíð og sem að fer út í loftið við brennsluna. Þannig að það er mjög lítið af svona staðbundinni mengun. Það er ekki flúoríð eða neitt svona slík efni sem eru líklega til þess að setjast mikið í gróður hér í kring. Það er eitthvað brennisteinsvetni, en það er vel undir öllum viðmiðunarmörkum. Þannig að þú segir þið ætlaði að opna þetta 2017 í lok árs. Hvað eyði húsnæði til dæmis fyrir fólki sem að... Nei, það er nefnilega verkefni núna. Já. Það er að fjölga íbúðarhúsnæði og sumir líta á þessi vandamál. Ég held að það sé ákveðið lúxusvandamál. Já. Ég held að ef maður mætti velja hvort vildu frekar takast á við það að finna fólk í húsinu eða að finna hús fyrir fólkið. Þá held ég menn vilji frekar finna hús fyrir fólkið, sko. En það er í gangi núna vinna hjá sveitarfélaginu að gera það sem við kallum húsnæðisstefnu. Þá erum við bara búin að greina vel hvernig er staðan á húsnæðismarkaðnum hér á Húsavík. Bara hvernig erum við með húsastærðir miðað við önnur svæði á landinu, hvernig er búsetan, hversu margir eru í húsum og við sjáum það að hér er töluvert af stórum húsum sem búa 1 og 2. Þannig að við vitum að það þarf ekki að leggja áherslu á að byggja slík mannvirki eða slík íbúðarhús. Þannig að það þarf að horfa í svona þessi minni íbúðir og sem að kosta ekki of mikið og það er svolítið kunst að uppfylla allar kröfur en að kostnaðurinn verður ekki Þið eru á fullu að vinna, maður heyrir það og maður finnur bara hjartsláttin í samfélaginu hvað hann er svolítið örari. Já, ég held að það sé óhætt að segja það. Sko. Þakka þér kærlega fyrir að koma og upplýsa okkur þetta og við höldum áfram hér rétt á eftir.